Undanfarnar vikur hefur verið unnið við grisjun í greniskógi á Stálpastöðum í Skorradal. Verkið vinnur Kristján Már Magnússon skógverktaki með grisjunarvél sinni, en starfsmenn skógarvarðarins á Vesturlandi sjá að aka viðnum út úr skóginum. Hlíðarnar eru brattar í Skorradalnum og því víða nokkuð torfært skóginn. Grisjunarvélin ræður vel við slíkan halla, en það er erfiðara að komast á dráttarvélunum sem eru notaðar við útkeyrsluna. Hérlendis enn sem komið ekki til nein sérhæfð útkeyrsluvvél. Slíkar vélar eru, líkt og grisjunarvélarnar, gjarnan á 8 belgmiklum dekkjum eða á beltum og fátt sem hindrar för þeirra. En venjulegri dráttarvél eru meiri takmörk sett, þótt góð sé og með drif á öllum hjólum. Hér Valdimar Reynisson skógarvörður að kljást við eina brekkuna á dráttarvélinni. Meðferðis hefur hann brúsa með lífrænum glussa á grisjunarvélinni. Vélin bilaði og misti niður talsvert af glussanum, en það kemur ekki að sök því að glussi þessi álíka meinlaus og venjuleg matarolía. Sitkagrenið sem nú verið að grisja á Stálpastöðum af kvæminu Sjúart, gróðursett 1962. Reiturinn hefur ekki verið grisjaður áður nema svolítið neðan til og því eru þetta grönn tré, en meðalhæðin 15 metrar. Viðarmagn á hektara mun vera milli 100 og 120 rúmmetrar. Dálítið líka grisjað af rauðgreni sem ári yngra, en þar viðarmagnið ekki nema 70 rúmmetrar á hektara, enda trén enn grænri og lægri 10 til 12 metra há. Hér verður að reyna aðra aðferð til að komast upp. Þegar verst lætur þarf að bakka upp brekkurnar. Ekki þó hægt að stunda slíkar æfingar með viðarvagnin í eftirdragi og því alltaf ekið ofanfrá þegar bolunum safnað saman. Stundum viðurinn líka dreginn út úr skóginum með spili eins og aftan á þessari dráttarvél. Upp kemst Valdi á vélinni og hér stendur grisjunarvélin í skóginum. Hún ekki að störfum í dag því að ein aðal vökvaslangan í vélinni brast. Ótal slöngur liggja vélina þvera og endilanga, enda margir hreyfanlegir hlutir og stundum gefur eitthvað sig í átökunum við trén og ósléttan skógarbotninn. Kristján bisar hér við vélina og nýtur aðstoðar Benedikts Örvars Smárasonar, starfsmanns skógræktarinnar á Vesturlandi. Hvað var það sem fór úrskeiðis? Það var bara aðal dælan, eða slangan í dælunni. Fóru bara 200 og 50 lítrar hérna ofan í jörðina. Eins gott að þetta með drykkjarhæf olíu á sig? Já, það ekki verra, þó að sé dýrt. Það eins gott að verkfærakassin sé ekki langt undan. En varahlutina þarf stundum að sækja lengra til. Það þurfti að fara 2 ferðir til Reykjavíkur eftir nýrri slöngu því að sú fyrri sem kom reyndist örlítið of stutt. Eináttina. Á þessari ljósmynd sjáum við hversu þéttur skógurinn var áður en grisjunin hófst. Valdimar skógarvörður rannsakaði einmitt greni í meistararitgerð sinni í skógfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands og þar kom meðal annars í ljós að sitkagrenið óx að meðaltali 44% meira en rauðgrenið. Þegar þeirri grisjun sem nú stendur yfir lýkur verða rúmlega 1000 rúmmetrar viðar í timburstöflum í Skorradal. Mest af því verður selt elkem á Grundartanga, en sverustu bolirnir verða flettir í Borðvið.